grunnurinn að þessu vandamáli lóðaskortur. Menn geta fundið alls konar ástæður, vextir og háir, út af hverju vextir háir, verðbólgun há, út af hverju verðbólgun há. Það nóg kaupendum á markaðin. 65% af öllu nýbyggingu sem hafa komið inn á markaðin síðustu 12 mánuði hafa ekki selst, þær hafa setið. En auðvitað það þannig að það bara ekki, eins og ég kalla lóðir, bara þetta ekki hilluvara. Þetta eitthvað sem þú þarft að berjast fyrir að fá. Það hefur ekki verið eins fáar eignir í byggingu á fyrstu byggingastigum. Menn kannski hafa ekki áhyggjur af framboð og eftirspurn akkurat núna, þegar að þessi lag selst, segjum svo að taki 1,5 ár, bara þessi lagir sem á markaðin núna og það sem að koma inn, þá horfirnar ekkert svakalega góðar. Þá getum við lent aftur í þessari stöðu sem við lentum í COVID. Þetta bara bjögun og fjármagnsvandi. Þeir eiga náttúrulega að vera lausnin, en þeir eru vandamáli. Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Ein pæling. Þessi þáttur eru boðið fiskhúsi.is, bæjarins bestu pilsur, Happy Hydrate, Alvöru Bón og Polsen. Nú ef þú ert að hlusta á þetta á almennri veitu, þá ferðu inn á partus.is/ein pæling til þess að fá þennan þátt á undan öðrum og án auglýsinga. En fyrir ykkur sem eru að hlusta, þá vil ég eindregið hvetja ykkur til þess að eiga viðskipti við þessi fyrirtæki, því þrátt fyrir það að þau séu ekki sammála mér allt, að þá þetta fyrirtæki sem að standa undir málfrelsi á Íslandi og það nákvæmlega það sem þetta hlaðvarp stendur fyrir. En víkjum okkur á þættunum, gjörið þið svo vel. Páll Heiðar Pálsson, fasteignasali með meiru, aðal fasteignasalinn. Sko, ég núna að reyna að fara yfir virðiskeðjuna í fasteignamálunum. Og því að eins og þú hefur kynnt þér, þá ég búinn að vera að pæla í þessum húsnæðismálum núna langt skeið og vera að reyna að skilja forsendurnar. Til með skilja ágætlega forsendunar varðar húsnæðisuppbygginguna sjálfa, vera að tala um verktaka og svona. En tregðan eitthvað sem að oflítið talað um. Það eitthvað sem veldur því að fasteignamálin eru ekki í hámarksafköstum. Það svona langar mig að fá kannski svona þegar að vera að ljúka virðiskeðjunni, þegar að vera að selja eignina sjálfar. Fasteignasalan. Hvernig búið rosalega hreyfingar 2019, 2018 ákveðin þurrð, vera rosalegt skrið, fyrir aftur og dettur niður núna. Af hverju þessar sveiflur? Sko, grunnurinn af öllu sem vandamáli náttúrulega bara lóðar skortur. Það bara ekki nógu mikið að möguleikum fyrir þann sem að byggja að hefja ný verkefni. Og ef það lóðaskortur, þá náttúrulega gerist eins og gerist þarna í kringum COVID, það náttúrulega hækkaði fasteignaverð mjög mikið, sem náttúrulega dró náttúrulega neysluvísitöluna upp, sem hækkaði síðan verðbólgu, sem hækkaði síðan vextina. Og svo hefur náttúrulega Seðlabankinn verið að gera allt til þess að tempra niður þennan markað og reyna að ná jafnvægi á fasteignamarkaði til þess að ná verðbólgunni niður, sko. Og grunnurinn að þessu vandamáli lóðaskortur. Menn geta fundið alls konar ástæður, vextir og háir, út af hverju vextir háir, verðbólgun há, út af hverju verðbólgun há. Það nóg kaupendum á markaðinu. Það fullt og ég var að bera saman bara fyrir svona mánudagsmorgnum, þá skoða ég oft fjölda heimsókna inn á fasteignavefina bara í vikuna undan. Og þú sérð að þegar geðveikin var sem mest, það voru svona 22-25.000 heimsóknir á viku inn á fasteignavefina. Við erum að tala svona 24-6.000, 24.000 til 26.000 á viku þessa dagana. Þannig að það fullt af fólki að spá í þessu, skiljiði mig. Og salan hefur á þessu ári, á 2025, hún hefur verið á pari við það sem var á sama tími fyrra, sem raun og veru aukning, vegna þess að markaðinni fyrra var náttúrulega lituð af Grindvíkingunum. Allt í einu komu bara 700-1000 nýjir kaupendur á markaðin. En auðvitað það þannig að það bara ekki, eins og ég kalla lóðir, bara þetta ekki hilluvara. Þetta eitthvað sem þú þarft að berjast fyrir að fá. Já. En af hverju, hvað veldur þá því, því að ég nefnilega var með verktaka í gær, Ævarstein. Bara verktaki. Já. Og hann tjáði mig bara, heyrðu, við erum bara í þeirri stöðu að núna eru eignina samt sem að það ekki að seljast. Og við vorum sammála það, það væri út á ákveðinni bjögun bæði á Seðlabankanum það að þú þurfur að hafa 35% af þínum ráðstöfunartekjum sem ekki vera, eða sem má ekki fara yfir 35% af þínum ráðstöfunartekjum þar sem þú þarft að greiða á hana láni. Og hann sagði að væru, ég held að hann hafi sagt 5.000 eignir sem væru óseldar. Getur það verið rétt? Það þá erum við að tala um nýbyggingarnar. 65% af öllu nýbyggingu sem hafa komið inn á markaðin síðustu 12 mánuði hafa ekki selst, þar hafa setið.
og þetta ekkert ólík staða og var 2018-2019 þar sem að raun og veru bilið á milli verð á eldri eignum, þú veist, eldri eign meðal fermetraverð til dæmis á fjölbýli í dag á höfuðborgarsvæðinu, það að tala alveg frá Kjalarnesi og niður í miðbæ Reykjavíkur í kringum 800.000 krónur. Meðal auglýst verð á nýbyggingu tæpar 1100.000 krónur fermetrinn. Og þeir eru farin að tala kannski 25% mun, það mun ekki í nýbyggingan að seljast. Það markaðurinn ekki til í að þola meir en kannski 15%. Þú sér 15% mun, þá seljast nýbyggingan að svona. 20% það sleppur, það verður bara aðeins hægara. Og meðal sölutími í dag á nýbyggingur í kringum 14 mánuði. Það svakalegt. Það svakalegt og meðan í eldreignum í kringum 3,5. Og það að segja frá því að það kemur tilboð þangtalinn fyrir í kaupsamning. Vegna þess að þú kannski fær tilboð inn á viku 2, viku 4, svona til að koma keðjur og fyrirvara sem eru verið vinn inn í. Sko ég hef oft heyrt talað þess að út af þetta sé ástæðan með þess að 35% reglu. En það má ekki gleyma því að bankarnir voru með þessa reglu áður en Seðlabankinn setti þessa reglu. Þannig að sko þeir settu þetta bara sem raun og veru lög að þetta mætti ekki vera svona. Og þetta horfðu kannski bankarnir eftir tekjum og svo framvegis. Þá horfðu bankarnir kannski framhjá því, en þeir voru ekkert mikið að lána mikið meira en 35% ráðstöfunartekjunum. En þá voru náttúrulega lánin miklu ódýrari, sko. Ferskur fiskur fastur liður í matarvenjum Íslendinga og þegar veitingamenn bjóða upp á fiska þá þýðir ekkert að bjóða upp á annað en hið ferskasta og hið besta. Fiskhúsi.is býður upp á ferskasta fiskinn, framúrskarandi úrval og að sjálfsögðu afburða þjónustu. Hvort sem það fyrir veitingahúsið, hótelið, mötuneytið eða hvað annað, sama hvar þú ert á landinu, þá ferðu inn á fiskhúsið.is og heyrir í strákunum. Já, þeir voru samt liðlegri, sko. Ég man að ég fari nú í þó nokkra kaupsamninga, ekki að marga og þú, en sko, ég man eftir því, sko, það var hægt að fá lán og ég man að, þú veist, ef ein lánastofnun sagði, þú veist, þetta verður tæft að fá maður bara í næstu og sagði, þú veist, heyrðu, hefur ekki sjá þetta gerast. Þá var miklu liðlegra þannig, sko, en núna þegar þetta komið í lög, þá var þetta miklu þrengri rammi. Þá var þetta bara rammað. Sem náttúrulega óumflýjanlega hefur áhrif á það hvort að fólk geti keypt eignir. 100%. En sko, þetta þá, þú veist, þetta sá vandi að kaupendurnir hafi ekki getu til að kaupa eða bara þetta, þú veist, þessi mismunur það að fólk vilji ekki kaupa. Hver svona þín tilfinning á því þegar þú hittir fólk sem að kaupa sér nýtt? Það ég man að til dæmis á árunum 2021-2023 það var rosa spennandi að fá nýbyggingu. Svo komu upp svona ákveðin álitamál var það einhverja svona galla eins og í Þorlákshöfn var eitt frægt dæmi og svo í Urriðarholti voru líka nokkur frægt dæmi. Og það svona valdi kannski olli því að fólk var kannski aðeins meira svona efins nýbyggingar heldur en það voru kannski fyrstu. Þetta, þú veist, vandinn sá að kaupendur geti ekki keypt eða eru kannski bara kaupendur, eftirspurnar hliðin búin að breytast? Ég held að, og mjög staðfestari þeirri skoðun, að því sem ég verður að segja áðan að nýbyggingarnar eru bara dýrar miðað við hvað þú getur. Ef þú setur þetta í samhengi fyrir 100 fermetra íbúð og meðal fermetra verður nýbyggingu kringum 1100.000 krónur. Við tökum bara einfalt barnalegt reiknistæmi þá 110 milljónir íbúð fyrir 100 fermetra. Svo getur við keypt hann á markaði fyrir 80 milljónir. Þetta bara of mikið bil. Og þetta gerðist eins og 2018-19. Það var mjög mikið bil. Verktakarnir sátu uppi með einhverja 700-800 íbúðir sem voru ekki að seljast, sem voru tilbúin til afhendinga. Svo hækkaði náttúrulega eldri markaðurinn. Þannig að það var allt í norðið, sko, til þess að ég man eins og Austurhöfnin, sem Bryggjugatan, sem náttúrulega bara það var að Björgúlfur eldri var að selja íbúðuna þar síðan, blessuð sem inn í hans, að þar fór tæpar 800.000 krónur á fermetrinn, en þar bara seldust ekki á 900 milljón. Þegar það kom fyrst í sölu, var mjög erfitt í sölu, þangað til að eldri markan fór að hækka, þá allt í einu kom þetta undir 20% bil. Þá voru menn til að stökkva og bilið bara á milli. Verktakarnir hafa ekki rými til þess að lækka þetta. Út af því að byggingkostnaðurinn hefur hækkað svo rosalega, lóðirnir eru svakalega dýrar, fjármagnskostnaðurinn er svakalega hár, biðtíminn í kerfinu, þú veist, ég var bara að tala við til þessu verktaka sem að var að segja mig það, bara 16 mánaða biðtími að fá leyfi kostaði hann nærri 30.000 krónur á fermetri bara í vaxtagjöld sem hann þurfti að setja inn í verðið og svo þurfti að kosta þetta aðra 50.000 krónur fjármagnskostnaðurinn bara byggingartíminn. Þannig að bara fjármögnunarkostnaðurinn á bara biðtíma pluss framkvæmdakostnaðurinn og
kostar næri 80 skall per fermetur. Hlaðvarpið í samstarfi fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim alvöru bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá lætur þú gera þetta almennilega og það nákvæmlega sem alvöru bón gerir. Fer með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á alvöru bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Ég nefnilega sko, það eitt í þessu líka út af því að alltaf tala Halla Gunnarsdóttir mætir í Kastljós og segir að ástæðan fyrir því að þessum skorti út af því að það eru vondir verktakar sem að reyna að græða svo mikið á þessu þrátt verið það að Bjarg og Blær og öll þessi niðurgreiddu húsnæði fá 46% afslátt af stofnkostnaði samhliða því sko að hafa náttúrulega fjármagn frá lífeyrissjóðunum þannig að þau þurfa ekki að borga fjármagnskostnað yfir þetta tímabil ótrúlegur málflutningur að mínum að því en sko út af því ég man að ég ræddi við einn verktaka sem var með mjög vinsælan kjarna í Mosó og hann sagði mér bara já, þetta vinsælt en ég þarf að setja þetta verð út af því að það voru bara ákveðni staðlar og ákveðin grundvöllur sem var fyrir þessu og þetta var dýr lóð þannig ég þurfti að setja ákveði verð hann endaði að skila nánast tapi af því að fara í þetta verkefni út af því að hann þurfti að forðast fjármagnskostnaðinn að lokum og var þá komin í þá stöðu að annarkvort væri hann að fara að bíða og vona eða þá að bara svona eins og það sagt í gambling businessinum cut your losses og það sem og ástæðan fyrir ég að segja þessu út af því að núna erum við þeirri stöðu að verktakar eru að horfa upp á markað þar sem að eins og ég var að nefna 6.000 nýbyggingar sem ekki seljast þeir hugsa með mér, ég ekki að fara að setja einhverju nokkur 100 milljónir í eitthvað stórt projekt ef ég hef hætt á því að tapa á því að fara í verkefnið út af því að fasteignin ekki seljast Náðilega. Og það hefur ekki verið Húsnæðis- og mannvirkjastofnun tók þá tölfræði saman það hefur ekki verið eins fáar eignir í byggingu á fyrstu byggingastíðun. Þannig að sko þess að hafa menn kannski hafa ekki áhyggjur að framboða eftirspurn akkurat núna, en þegar að þessi lag selt, segjum svo að taki 1,5 ár, bara þessi lagir sem á markaðinu núna og það sem að koma inn, þá horfirnar ekkert svakalega góðar. Þá getum við lent aftur í þessari stöðu sem við lentum í COVID-inu. Af því að 2018-19 þannig að komst engin verktaki á stað út af bæði lóðaskorti, eignina voru ekki að seljast svo seldust þær, var skortur ég man að voru 300 og eitthvað eignir en á öllum markaðanum, hvernig einasta skipti sem vorum opið hús, það var bara 40-50 manns 7-8 hópar að mæta menn voru að bjóða yfir, endalaust yfir út af þessum skorti og þetta það sem að menn að hafa áhyggjur akkurat núna, að því að þessi verktakar í dag allir þessi stóru verktakar, þeir ekkert að fara af stað með ný verkefni og ég bara eitt lítið dæmi, ég var nú að fundi með og ég tek það fram, ég er ekki vinna fyrir verktaka, ég vinn mjög lítið fyrir verktaka, ég hef enga hagsmuna því að gæta þeirra hagsmuna, skilur við hvað að fara, en ég átti fund með verktaka sem að byggja 155 íbúðir, hann búin að vera verkefni sitt í sölu 1,5 ár og hann búin að selja einhverja 60 íbúðir, hann þarf að selja 120 íbúðir cirka bát til að standa á nulli og ef að salan dregst, eins og þessi verktaki sagði, að ef ég ekki komin upp í þessu 120 íbúða sölu í nákvæðin tíma, þá þarf að selja 120 íbúður, svo 130 íbúður. Þannig að hagnaðurinn hægt og rólega að deyja út. Og einhvern tímann kemur út í tapi, sko. Það bara fyrir að mjög styttast í það og þetta risastór verktaki og það alltaf með þannig verktaki. Þeir nota hagnaðin og fjárfesta í næsta verkefni, skiljiði mig. Þannig að þeir alltaf í þessari byggingu. En náttúrulega sko það eru bara allir sem tala þetta. Það ekki bara fasteignasalar sem að væli yfir þessu, ekki orðað þannig, verktakar sem að væli yfir þessu, samtökum iðnaðarins sem að kvarta yfir því og svo kemur eitthvað mótvæg og segir, þeir að græða svo mikið og svo framvegis. Þetta vandamál hefði aldrei komið upp ef að verktaki, segjum bara ég og þú Tóti ætlaðum að bara byggja 40 íbúðir. Við erum kannski með okkur hugmynd, segjum bara okkur, við viljum byggja fyrir ungt fólk, við viljum hafa litlar íbúðir, vel skipulaðar, góða lofthæð, förum svona einhverju New York style, bara svona glerbyggingu. Höfum þetta svolítið flott, þú veist, en samt ódýrt. Við leggjum á stað, til lóðir. Og ef það til lóðir, þá þurfum við að bjóða í þetta. Við erum kannski 1 af 8-9
60-70% af þessu eru fjárfestar, ekki verktakar, þannig að fjárfesturinn eru kemur inn og það er alltaf með það sem eitt verktaki hefur gagnrýnt mikið, ópenbarlega, er það að fjárfestarnir eru náttúrulega bara eitt milliliðurinn, skiljiði mig, þeir eru náttúrulega bara ásta sitt fé, bara eðlilegt og þeir vilja fara þangað, en þeir eru ekki verktaki sem eru að byggja sin eigin reikning sem síðan selja síðan eigninnar, skiljiði, þeir eru náttúrulega bara að selja, byggja, fjármagna, byggja, selja og taka sín hagnað og fara, skiljiði mig. Þannig að það hefur líka breyst mjög rosalega mikið á síðustu 10-15 árum. Það ójafnvægi, ekki orðað þannig. Já, þetta nefnilega, þetta eru góða punktar sko. Ég veit að Einar Þorsteinsson var með einhvers konar hugmyndur það að bæta úr þessu með því að svona íta og pressa á. Ég man að það var maður, ég held að hann sé listamaður sem kom í Silfrið og var að tala húsnæðismarkaðinn og akkur að væri svona mikill skortur og þetta og þetta. En þá kom í ljós að hann og fjölskyldan hans hafði verið stórtaki í því að kaupa upp lóðir halda þeim í 2-3 ár án þess að setja einn stöflu niður og selja þær aftur. Já. Ég held að það verið sko og svo var farið við tölfræðina og eitthvað 2 milljarða króna hagnaður á mjög stöðu tímabil á félagið. Já. Þannig að sko það er eitthvað. Og hver borgar? Nákvæmlega. Ég og þú sem við kaupum okkur litla íbúð, skilurðu. Nákvæmlega. Það þarf að setja kvaðir á svo lóðir. Já, en ég bara líka vil sko, þú veist, því ég er ekkert svakalega hrifinn af kvöðum sko, ég hrifnari af kvötum. Það sem að mig langar að sko velta fyrir mér, ástæðan fyrir að mér líka áhugavert að fara yfir þessa virðiskeðju er út af því að eins og við erum búin að koma hérna inn á að sko það er þessi vandamál sem þú varst að tala það, hvernig þú býður í, hvernig þú fær lóðina og þar, en svo aftur á móti þegar þú ert loksins komið með lóðina, þá kemur checklisti yfir allt sem að þú þarft nákvæmlega að hvernig þú ætlar að skipuleggja, hversu margir fermetrar mega að vera á hverja íbúð, hvernig íbúðin á að vera, hvernig þetta á að vera og þá er maður bara eitthvað, hvernig á ég að fara í þetta verkefni og svo líka ofan að það, ertu komið þann hausverk að þrátt fyrir það að vera mjög stórtækur og ég er hérna, hef heyrt önnur dæmi, ég veit ekki hvort þessi sami aðili sem við erum að tala við, en af stórtækum sko, verktökum sem er að segja það, heyrðu, ég þarf samt að skila hagnaði af því sem ég er að gera. Ég þarf að greiða laun. Ég þarf að standa undir því að aðföngin sé í hámarksnýtingu. Ofan á þetta, svo ég nefni það líka og svo hérna fara að bregðast við þessu öllu. Minniverktakar sem hafa ekki getu til að gera þetta. Og langt í frá það. Langt í frá. Hafa ekki 100 milljónir til þess að henda í eitthvað nýtt verkefni með samhliða náttúrulega þeir óvissu sem við að tala Þeir eru ekki að nýta sín afköst í að byggja húsnæði. Nei, ég veit það. Ef við ætlum að taka einn af þessum punktum sem að eitt verktaki sem ég kannast aðeins við, hann sagði við mig að til dæmis bara það að geta byggt og hraðað byggingarhraðanum og fengi að greiða kaupverði þegar að eignirnar eru seldar, af því að þú þarft að greiða sko kaupverði á lóðinni og gatnagerðina strax og það er náttúrulega fjármagn sem kostar mikið pening. Bara það myndir spara svona 100 skall á fermetr í byggingkostnaði. Þannig að sko, og litlu verktakarnir, ef við ætlum bara að byggja litla raðhúsalengju, bara raðhúsalengju, við eigum í raun og veru ekki séns, af því að við eigum ekki pening til þess að bíða þangað til við getum byrjað að byggja. Af því að fjárþörfin er svo rosalega mikil upphæð. Og svo var eins og eitt verktaki sem ég kannastu, sem að hann sagði ég hefði raun og veru meira grætt á því að kaupa bara 30 íbúðir og bíða í 3 ár og selja þar aftur heldur en að standa í öllu þessu ferli og byggja og selja það síðan. Og ég hef aldrei þurft að hafa þessar áhyggjur. Ég bara setti þetta í leigu, haft leigutekjur á þessu meðan og sem hefur borgað lánið og svo framvegis. Þannig að þetta er ekkit sko, og náttúrulega hlutastlega, það er ekkit rosalega mikill hagnaður upp úr þess að hafa. Nei, það er sem nákvæmlega, og þegar hagnaðurinn er sko ekki bara, ekki mikill, heldur að í rauninni að tikka upp á við eða það er að segja að tikka niður á við með hverjum klukkutímanum. Nákvæmlega. Og eins og segi, það sem ég finnst bara svo styrla, það sem ég lærði af Ævari í gær var bara, ef það eru 6.000 nýbyggingar sem ekki seljast. Ég bara heyri þessa staðrænd og það segir bara, það er sama hversu mikið fjármagn ég get þess vegna verið í sko með lífeyrissjóðina bakum mig, þannig ég bara sleppi fjármagnskostnaðinn. Ég er ekki að fara í 3 ára project til þess að takast á við þann vanda sem fylgir því að selja þetta. Nákvæmlega. Ég er samt, fjármagnskostnaðurinn eitt, svo bara þarf ég að greiða líka einhverjum af þessu fasteignasölum fyrir það að vera með mannskap til þess að vera á hverjum degi í því að reyna að selja þessu regni, sko. Akkurat, og reyna að fá fólkinu um hurðina og auglýsta og þú veist, ég veit að þetta er
en ég samt að þeirri skoðun að ef að ég og þú ætlum að fara að byggja þessa 40 íbúðir sem ég var að vísa í áðan og við höfum getið bara valið úr lóðum, skiljiði mig, það hefði þetta aldrei gerst. Þá væri ekki fjármagnskostnaður svona hár, þá væri verðbólginn svona hár, af því að við getum bara valið þegar við viljum bara þessi lóð myndi henda. Svo annarkvort, myndum við þá greiða eitthvað fyrir hana, eða hreinlega eins og þetta var í gamla dag, sem ég veit ekki hvort það kostur eða galli, þá finnst þau lóðurnar úthlutaðar. Eins og bara í Þorlákshöfn í dag, þú þarft ekki að borga, þú borgar gatnagerðina, þú fannar bara útluta, gegn því að þú byggir og það einhver kvaðir á því að þú ert að vera búin að byggja inn ákveðin tíma og svo framvegis komum við langt eftir ákveðin tíma. Hugsa bara, ég komið útsvarsgreiðendur. Já, þeir bara vilja fá fólk inn, skilur við mig. Þannig að og ég man að mamma og pappi, þú veist, þegar þau voru að byggja, bara þegar ég var sem unglingur, að þá bara gáttu þau farin í hvaða sveitarfélag sem bara litla einbýlishús og lóð og þau bara fengur lista. Já, hérna getur þú bara velur. Þetta ekki til í dag og það hefur aldrei, bara frá stríði, seinni heimsstyrjöld, það hefur aldrei verið byggt eins lítið til þess að einbýlishús. Aldrei. Og það bara, mér skilst það innan við 6%, 5-6% á næstu 10 árum það sem er að vera að byggja sérbýli, raðpar og einbýlishús. Það allt gert ráð fyrir því að við séum að flytja í blokkir. Þetta einmitt þannig að komum við verið aðeins svona heimspekilegri spurningu sem við erum að gera með fólksfjölgunartíðni eða fæðingatíðni segi ég. Einmitt. Og ég hef alltaf því að ég var að tala hérna við Sigur Stefánsson fyrir ekki svo löngu þar sem við erum að tala svona ástæður þess út af því að þetta er þrepaskipt að þú byrjar á því að selja litla eign og þá sem var í litlu eigninni fer í aðeins stærri eign þá sem var í aðeins stærri eign fer í hæð svo sem hæð fyrir einbýlishús og þetta er svona 4 þrep og ég hef verið að greina tölur og þá er þetta mjög augljóst að ef þú gerir ráð fyrir því að lítill kjarni með að segja eitthvað svona úrtak lítilla eigna á sama svæði þá getur gert ráð fyrir því að innan 6 mánaða þá verður svo hækkun að allavega stórum hluta að koma inn á einbýlishúsið og það sem að mér finnst svo skrítið í þessu er að við náttúrulega tókum fyrsta þrepið og fórum að vera með einhvers konar alls konar skrýtna hvað er bæði, hvernig þetta er byggt hvernig fjármagn, hvernig lántaki hver mátti byggja, hvernig þú mátt byggja hvernig íbúðir, hvernig það verður að vera ákveðið mikið hlutfall að vera í leigu ákveðið mikið hlutfall að vera að fara inn í féló skilurðu, og þeir verða alltaf með að selja þær íbúðir á undir kostnaðarverði og þar þarf náttúrulega að fara endur spekla beint inn í eignenda sem þeir geta síðan selt og það sem náttúrulega að mínum að mikilvægast þáttur og það ég pæli mjög mikið í fjármagnsliðina þessu er að ef ég þarf að koma með 2 milljónir inn í þessa eign ríkið borgar hluta 20% og lántaki tekur hinn 80%, nei 75% þá er ég alltaf komið með 5% fjármagn það er miklu auðveldar að safna fyrir íbúð það er samt sem að það er jafn erfitt að safna fyrir hinum íbúðunum væntanlega myndast gjá þarna á milli það er svona hvað sem hlutdeildarlánin svo ótrúlega heimskuleg ekki bara fyrir þá sem að fara að kaupa heldur líka fyrir þá sem að fara að kaupa hina eigninar og þetta hækkar rauninni verðið á þeim og þú ert bara komin með einhverja gjá út af því að þrepið á milli 1 og 2 er orðið svo mikið og ég varaði við þessu þegar þetta var sett á laggirnar á sínum tíma en þetta bara, við erum með einhverja svona hugmynd það að það sé bara voða gott fólk með Jesú-komplexa að rétta lyklana ég góð manneskja og ég ætla að rétta lyklana en ástæðan líka fyrir áttu við þá að þegar þú kaupir eign með 5% útborgun svo þarf þetta að fara í næstu íbúð þá þarf þetta alltaf að vera meira þetta er góðu vinkill þetta er mjög góðu vinkill þú veist það meikar bara svo mikið sens sumir, þú getur fært rauk fyrir því að sumir, þú færð hlutdeildarlán á eign í Gufunesinu, þú getur gert ráð fyrir því að þú hækkar kannski svona 18-28% í launum á þessu tímabili og þar alveg getur þú kannski greitt aðeins lánið og komið út í einhverjum plús því að verðhækkunum líka mun að vera aftur á móti þegar þú yfirfærið þetta yfir á allt þýðið en þú veist, fyrirgefið grípur framfyrir þér það er algjör dónaskapur en þetta er svo góða punktur að því að þú tekur Gufunesinu sem dæmið en þú veist það að seljendur þar hafa ekki val hvað þeir selja eignin á vissur það? Já, ég vissi þetta því ég stýrt af, það bara að senda póst á Reykjavíkurborg á hvað má þessi aðilega selja af því að þeir náttúrulega útlutu þessari lóðu í svona ódýrt húsnæði fyrir og svo framvegis það eru hvað Airbnb, það eru hvað hvernig þú með nota húsnæði og hvað mjög mikla hvað á þetta og þetta er sama held ég gildir með Bjarg projektið í Hafnarfirði ef ég er ekki
Við erum ekki að fara með fleipur. Nei, En hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel og eitt af þeim Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarft á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni. En eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri. Þetta dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur úr þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamin og bara heilt yfir frábært. Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. Sko, vandinn við þetta að þeir eru búin að taka út þetta skref að sko ofan á þetta þá er það með 46% af stofnkostnaðinum samlega því að vera með aðgengi að fjármagni. Hvaða áhrif hefur þá aðra verktaka? Og ég fór einhvern veginn að velta þessu fyrir mér. Af hverju erum við ekki í þeirri stöðu ef að Reykjavíkurborg og aðrir ríki og Reykjavíkurborg eru að taka út 46% af þessum stofnkostnaði hvernig meikar að sensa að þetta standi ekki öðrum til boða af hverju ekki allir verktakar að fá sama afslátt viðskiptaráð er búið að vera það var 66% af sumum gjöldum sem að Bjarg og Blær eru að fá ég bara skilji hvernig þetta stendur. Þeir að láta reyna þetta fyrir dóm núna sko. Nei, þeir eru að fara að láta reyna fyrir dómi sko hvort að úthlutunin hafi verið rétt. Það er að segja að þetta fari bara til aðildarfélaga ASI og BSRB sem er augljóslega eitthvað sem að mál sem að þeir munu koma til með að tapa. Og vandinn líka við þessu umræði eins og við erum kannski bara aðeins búin að koma inn á að þá er þetta allt í einu sko, nei, þeir eru viðskiptaráð eru vont fólk út af því að þeir vilja ekki að fólk eignast húsnæði. En það sem er náttúrulega aðalega í gangi og ég er ekki með neinn tengsl við viðskiptaráð annað en ég þekki þá. Vandinn er sá að þessi bjögun bara eins og með þetta þrep 1 og 2 þar sem fer það úr 5% í það 5% sem þú þarft að leggja fram í það þurfa að leggja fram miklu meira svo bjögun hefur áhrif á allt framboðið sem hefur áhrif á það hvernig eignir eru búin til sem að svala ekki eftirspurn þeirra sem eru að fara að kaupa og ég sko, svo ég takki það miklu við saman, ég held að þetta hafi áhrif á fæðingartíðni út af því að fólk hugsar, ég get ekki selt eignina mín og þetta út af því ég get ekki fengið næstu eign þá er ólíklega að ég sé að fara að fjölga mér og eins og Sigurður Stefánsson nefndi sko þetta er ekki, hann sagði sko að 80 fermetrum væri ekki það sem að fólk vill ég held að þetta sé, það er ekki rétt þetta eru eignir sem fólk vill en getur ekki hoppað milli þrep 1 og 2 þetta veldur því að fjölskyldumynstur verður öðruvísi, þetta bjagar fjölskyldumynstur sko. Rosalegt djúpur þetta er ekki smá góða pælingar og eins og Sigurður Stefánsson, hann hefur komið inn með rosalega svona skemmtilega öðruvísi tölfræði inn á markaðin og svona vakið fullt af fólki til umhugsunar og en þetta er mjög góða punktur af því að þú raunum veru sko þeir eru búin að eignast þitt fyrsta barn með 5% útborgun þarft svo að stakka við þig, ég er að fara að hitta fólk núna í vikunni í Hafnarfirði sem kaupir fólk á hlutdeildarláni og ég er að fara að reikna útraunur hvað þau eiga mikið eigið fé, þeir eru búin að borga ríkjum tilbaka og hvort að þau raunum veru hafa efna á að kaupa næstu íbúð með því eigið fé sko þannig að Nei, meina, þú veist, eins og segja, svo vonandi gengur þetta upp en svo aftur á móti, ef þú yfirfæri þetta yfir á 600 kaupsamninga þá ertu komin í allt öðruvísi stöðu þar sem að kannski ef að segjum að afföllin séu 40% þá er það allt í einu orðið byrjað að bjaga markaðin og þá ertu allt í einu komin með einhver verktaki sem gerir ráð fyrir því fólk er að fjölga svona mikið, það hætti að þurfa svona margar eignir en svo seljast þær ekki, fjármagnskostnaðurinn eikst sem velti yfir í nákvæmlega og þú ert að ákveða, er ég að fara að velta þessu út í verðlagið, er ég að fara að selja mig út á tapi og þá ertu bara komin í algjöra pattstöðu Akkurat og svo fáum við bara að heyra, já nei, þetta er út af því að verktakan er svo gráðug sko. Akkurat Ég meina, þetta er bara, þú ert bara að endurspegla það sem að, og svo er náttúrulega verktakarnir rosalega feimnir við að taka þessa umræðu opinberlega. Þegar þeir eru svo hrættur með muni síðan bitna á þeim þeir eru að sækja næstu lóð eða eitthvað svoleiðis sko. Og þeir eru oft bara með sparibrósið til þess að reyna að fá sitt í gegn og þeim líka upplifa það að þjónustustigið hjá sveitarfélögunum hefur minnkað. Að þú kannski leggur inn einhverju beini og náttúrulega auðvitað var það þannig fyrir einhverjum árum síðan og ein af spurningum sem ég spurði eitt verktaka bara hver er munurinn á núna og bara fyrir 20 árum síðan er að þá sko lagðið þú inn hvernig þú vildir hafa þetta og þú fékkst leiðbeiningar skilur, gæst sest fundi, þú veist það var alls konar, þú veist menn voru að vinna þetta saman
í dag það bara þannig að þú þarft að fá leiðbeiningar frá sveitafélaginu hvernig þú átt að gera þetta og það bara, því ekki svara nema það bara í tölvupósti og því mjög svara seint og illa og þessu umræð með veitingafólkið þetta líka þetta í byggingabransan og þar alveg tjón Já, ég man eftir þessu þegar ég var að töða í bygginga hvað heitir það, byggingafræðingi Reykjavíkurborgar eða hvað sem byggingafulltrúi segi, já og þá var ég bara stanslaust að töða yfir því, ég þarf að fá þetta út af því ef ég fæ þetta ekki staðfest þá fæ ég ekki lánið mitt því ég var með nýbyggingu og þurfti bara, þetta verður að komast af byggingastíð 6 yfir á 7 eða hvort það var 8 niður í 7 8 var eitthvað og 8 eitthvað eftir að gera þetta skringileg uppröðun og bankin ekki til í að lána eða eitthvað svona einmitt, akkurat að standi svona máli núna já, og þeir gáfust upp að mér held ég bara þegar ég hringdi einu sinni fyrir hádegi og einu sinni eftir hádegi hverjum einasta degi í 3 vikur og slætur þessi gegn eða? Já, þetta var alveg einhver komið sko áttu bara eftir að taka úttektina og þetta var á mjög stöndugum kjarna rúfreitnum sem að var full klárað en það bara tók ótrúlega langa tíma að klára þetta og varst þú seljandi eða varst þú kaupandi? Já, kaupandi Ok, og þannig þú gast ekki í raun og banki var ekki til í að setja lánin og eignina út af það vantaði þetta byggingastig Nákvæmlega og þú veist, þetta fór allt vel en ég hugsa alveg með mig bara hvað ef þetta fer ekki vel og það eru svo margir svona litlir þættir sem eru bara að bjaga og þetta hefur og ástæðan fyrir ég tala svo mikið virðiskeðjuna bara allir þessi svona litlu þættir bara svona þessar litlu sögur sem fólk að fá að heyra verktakar heyra þetta hugsa með sér, heyrðu ég með eitthvað ég get tekið þátt í einhverju steypuverkefni út á landi, slá upp steypu fyrir eitthvað bladi bla það vissulega húsnæðis skortur en ég að fara að nenna standi í þessum hausverk eins og Ævar sagði, þú veist bara þú þarft að gera ráð fyrir því þegar þú ferði í eitthvað project innan bæjarmarka Reykjavíkurborgar gera ráð fyrir því að þú þurfur að fá þig í hausinn eftir einhver tíma af hverju það? Já, áttu við hausinn frá bara þú veist að sé eitthvað vesen að þeim bara að það þurfi á sveitafélaginu á einhvers konar skráningum á einhvers konar úttektum ég var vinur minn bygginga verkfræðingur sem vinnur á stóru stofu hann sagði við mig bara þú veist þegar maður að díla við Reykjavíkurborg byggingafræðingarna þar það bara eins og þeir hafi enga hvata til þess að klára sín verk einmitt og ég meina, það þurfti umboðsmann Alþingis til þess að reka á eftir þeim í þessu dæmi sem þú nefnir með veitingabransan það eru örugglega 100% eins Hlaðvarpið í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því Polsen Polsen.is til þess að skera hvað eina hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð þá ferðu inn á Polsen.is Ef það stjarna í framrúðinni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðinni, Polsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Þetta ennþá stærra verkefni í byggingabransanum og það er allir að tala þetta og ég bara einhvern veginn og þeir eru að sæta gagnrýni, mikilvæg gagnrýni og þeir vita af því og þeir vita alveg að því þess að skilur maður ekki af hverju ekki tækifæri til að bæta þetta, flýta fyrir þegar lánið þitt hefst einmitt á rúfritnum þá eru auðvitað lánvertakan seljandans að tikka með hann skilurðu mig þannig að þegar hann selur eignin á X verði að því lengra sem telur þá náttúrulega minnkar hagnaðurinn hans já, ég man sko nú gæti verið að henda einhverjum undir lestina með því að segja frá þessu en ég meina, þú veist, á þeim tíma þá sögðu þeir, heyrðu, við erum að borga fjármagnskostnað og þú ert ekki búin að borga okkur þannig að þú þarft að fara að borga leigu af húsnæðinu Einmitt. Ég setti einhvern lögmann í þetta og fór að töða sko en eins og segja, þetta fór vel en það er samt svona atriði þar sem að ég alltaf að hugsa með mér sko, þú veist, ef ég að lenda í einhverju þetta, þú veist, það endar farsælega en ég meina svo yfirfæri ég þetta yfir á 600 atvik það eru einhverju 20% þar sem þetta ekki að fara vel sko. Já, akkurat ég meina þetta er bara þetta, sko, við getum setið innan tveir og bara rætt þetta endalaust, það vitið allir og nema kannski einhverju sem eru afneitun, þú veitir lausnirnar eru tvær, það þarf að auka þjónustig, það þarf að bæta hraðan og það þarf að einfalda regluverkið,
það er búið að tala um þetta í 5 ár, 10 ár og það er allir sammála um þetta og það þarf að auka lóðaframboð. Ef þetta tvennt er í lagi á næstu 20 árum og líka sko að verkefnin séu sko og frumkvæði þarf að koma frá verktakanum, skilurðu mig. Það sem ég á við með það er að ef að verktakin vill byggja og sér tækifæri í að byggja, að þá hann að geta sagt þegar svona vill ég byggja. Þú átt ekki að fá reply, nei, við viljum að þú byggir svona. Við viljum að þetta sé svona. Frumkvæði verður að koma frá verktakanum. Þú veist, ef eins og segi ég og þú viljum byggja okkur 40 íbúðir og þá viljum við byggja það út af því að við erum kannski með eitthvað konsept í huga. En það er svo mikla hvaðir, skilurðu mig, og svo þurfum við náttúrulega að borga lóðina eins og ég var að segja á þann, borga lóðina, gatnagerðina, kannski 2-3 árum áður en við getum byrjað að selja og haft tekjur af þessu. Þetta er einmitt ástæðan fyrir því og ég nefndi þetta líka en ástæðan fyrir því að ég er svo mikið að pæla í þessu líka út frá nákvæmlega þessum forsendur sem þú ert að nefna er að við erum með einhvers, segjum að við séum með 15 verktaka sem að vilja byggja og ég segi við á ég get alveg verið með hérna bara nitti gritti, ég vil nota svona skrúfur og svona þakklæningar og bla bla ég get alveg verið eitthvað rosalega annal með það, svo ég noti það orð en ef ég segi við þessa 15, herrið, þið með gera þetta svolítið svona eftir frjálsögðu, það þurfa náttúrulega að vera ákveðinir staðlar, ég kem og tek úttekt einhver rammi, já, allir hlindi því en aftur á móti, það er einhver að fara að svala þessar eftirspurn með mjög eftirsóknarverðum eignum sumir eru að fara að vera með minna eftirsóttar eignir þá er ég komið með upplýsingar það hvað er að fara að svala eftirspurn neytenda á þessum markaði þú sem verktaki ég sem verktaki já, akkurat og ég líka sem Reykjavíkurborg þá segi ég mig, ok, þessi verktaki er að standa sig mjög vel hann kannski fær tvöfalt hérna útluta næst eins og þú sagðir áðan, hvata já, það er ástæðan fyrir eins og segi, hvað hennar ég er mjög hrifinn af eignarréttinum og þannig sko, þannig ég er ekkert eitthvað á því að fólk í að geta tekið eignarna af fólki en ég held að þetta myndi sko líka út af því að það er annað sem er reisavingil sem við erum ekki búin að koma inn á er að sko af hverju er húsnæði góð fjárfestingavara af hverju er það? Það er út af þessum skorti og ef við erum komin í þá stöðu að til dæmis ef að Reykjavíkurborg er það sem er alltaf að tuða yfir því að þessir hérna sem að eiga þessar lóðir sé ekki að byggja ef að Reykjavíkurborg myndi segja bara, heyrðu, við ætlum bara hérna að opna nýtt svæði í Úlfarsárdal og það verða bara mjög ódýrar lóðir ef ekki ókeypis lóðir úthlutaðar lóðir já, þá myndir við alltaf minnka virði þeirra lóða sem eru verðmætar sem að sumir eru að standa á þú myndir minnka virði þeirra svakalega mikið sem myndir gera það verkum hvati nákvæmlega, til þess að kemur einhver og segir, heyrðu, ég er bara til að selja þetta bara, þú veist, á hérna helmingsvirði eða eitthvað, þá kemur einhver verktaki er búin að lækka stofnkostnaðinn segjum svo að það ofan á það minnkaðan stofnkostnað frá hálfu Reykjavíkurborgar og þá ertu komið með ódýrar eign í kjölfarið þetta er að mínum mati ekki flókið en að einhver leiti þá eru einhver flöskuhálsar sem er svo erfitt að skilja sko. Nei, að segja það er ekki sveitarstjórnarkosningar á næsta ári? Jú. Ráðinn? Nei, ég veit ekki, mér finnst sko svona slagkrafturinn með því að gera þetta hérna sko, vera orðin betri sko, eins og segir þetta, hérna, þú varst að nefna núna upp af að maður sé búin að koma sér ágætlega fyrir á þessum markaði, mér finnst það bara ég veit það ekki, það er líka bara umræður húsnæðismál hafa verið á ótrúlega sérkennilegum grunni og svo við kannski komum aðeins inn á seinasta inn á hérna það sem við byrjuðum í upphafi sko, það sem er fastegna salamálin hvað hérna sko út af því að þið þurfum einhvern veginn að nema það þú veist hvernig eftirspurnin er það er alltaf gaman hérna þegar maður kaupir og fasteignasalinn er einhvern veginn svona andlit þess hvað hérna þegar þið eruð með svona eins og stóra kjarna því ég mun að vera rosalega mikið að pæla í þessum stóru kjörnum þeir eru út með stóran kjarna, þeir eru margir hvernig, er það eitthvað öðruvísi fyrirkomulag fyrir fasteignasalur út en núna er fólk hefur mjög gaman, þú talar margar heimsóknir á fasteignavefi mjög margir sem eru náttúrulega bara að skrolla þetta til þess að hafa gaman að sko. En sko aðkomi ykkar að ég að selja allir með svo séreign eða svona stærri eignir versus það að vera stórum kjörnum hver er, þú veist, er mismunandi aðkoma? Aftur við til þessum stóri kjarnar þetta er kannski að tala 60 íbúða blokk eða eitthvað svoleiðis. Sko ég myndi segja að vinnubrögðin sem slík eru svona 90% eins.
þegar þú ert að selja til dæmis nýbyggingu þá er ákveðin réttastaðar kaupandans, hún er vissulega sterkari þannig að þarna er þetta líka að tala um neytendalög, þarna er þetta ekki að tala um fasteignakaupalög þannig að það er ekkert rými fyrir galla hjá seljanda eða neitt, hann þarf bara að bæta úr því staðin fyrir að það er gert söluvilliti, það er líka gert mjög nákvæm skilalýsing þegar þú ert að kaupa nýbyggingu sem er kannski ekki alveg gert til dæmis að allar kaupaði bara raðhús í Kópavogi þannig að en vinnubröðin eru eins mjög svipum hætti, það er útbúin einhver auglýsing og svo tekja móti fólki leggur inn tilboð, seljandinn samþykkir það er samið um einhverja afhendingu, það er samið um einhverja fjármagns, hvernig kaupverðið er greitt, samið um einhverja fyrirvar og svo framvegis, þetta er rosalega líkt ferli í raun og veru en undirbúningurinn er kannski öðruvíslega til að svona auðvitað upplýsingaskylda seljandans er náttúrulega gríðarlega mikilvæg en hún er dýpri þegar að kemur og ábyrðin er raun og veru meiri hjá verktökum eða réttar sagt út fagaðaleg, meiri sé bara ef þú ættir fasteignafélag upp á 10 eignir þá er ábyrð þín sem seljandi raun og veru þyngri heldur en bara Palli og Tóti að selja heimilið okkar skilur við hvað að fara og við erum ekki fagaðalar þannig að þá er upplýsingaskyldan okkar dýpri, það er bara þannig en á öðru leiti er þetta svipað Er þetta búið að breytast með upplýsingagjöf? Þú veist núna veldi ég fyrir mér það eru svo margir sem að tala um það að þeir eru að köpa stóran kjarna miklu algengara ef ég er að lesa rétt í stöðun að fólk sé að taka ástandsskoðun hvernig er það? Fólk tekur nú ekki ástandsskoðun í til dæmis nýbyggingunum í þessum stærri kjörnum að þá náttúrulega er fólk farið að spyrja mig mikið, þú veist, hver er að byggja þetta? Hver er sagan? Veist, er þetta eitthvað Þetta er ný kennitala? Já, er þetta Gunnarsbraut 37 EHF sem er að byggja þetta, þú veist og svo þegar búið að byggja og selja þá bara kennitunum lokað, eða er þetta bygg er þetta eitt, er þetta bestla er þetta þottgeverk, þú veist er þetta, þú veist, hver er sagan á bakvið og svo náttúrulega hafa ákveðni verktakar staðið sér óbúslega vel í því að fylgja málunum eftir og bregðast hratt við þegar að koma upp vandamál og það er mér ógleymanlegt, ég var að selja 15 ára gamla íbúð í Garðabænum og fólk sem er það er 60 plus hús, það er fólk sem er hvað það að vera 60 ára eldri en meðalaldur samt í húsinu mjög hár og ég var að halda opið hús lítil mætir enginn en ég hitti samt einn íbúð og ég spyr hann, hvernig hefur gengið þetta og hefur komið einhver saga rakaða, lekaða nei, það var eitthvað sem er liftin einhvern tímann og eitthvað svona og ég sagði, og hvað var gert? Ég var ekki viss hvort þetta var eitthvað nýlegt eða gamalt. Já, við hringdum bara í verktak og hann kom bara að laga þetta. Löngu komið ábyrgð. Og ég bara, þetta er góð þjónusta. Og þetta er fólk farið að leitast svolítið eftir. Já, eru fasteignasalar líka að leitast, þú veist, eru þið meira að leitast eftir því að fá eignir sem eru betri eða eru einhverjir fasteignasalar sem að segja bara já við öllu og það þurfa að halda gott að fá sölun inn en eru svona stóra fasteignasalur eitthvað að pæla í þessu hver er að byggja og hvort það sé góð söluvara eða eru þið bara svona þið fáið project að Gunnarsvör 22 flott maður Já ég get allavega ekki sagt ég held að það flestir fasteignasalar fagna öllum svoleiðisverkefnum. Þú veist það bara að þetta er draumur hjá mörgum fasteignasalum að taka inn. En til dæmis þessi verktaki sem að því ég er að reyna að forðast að tala um svona út frá sjálfum mér. En ég settist niður með þessum verktakum daginn til dæmis og við tókum umræðina þar sem að ég óskaði eftir bara svona upplýsingum til dæmis hvað gerist ef að það verður óánægja. Hvað gerist ef að kemur galli? Hvað gerist ef að byrjar að leka? Hvað gerist ef að einhver lítil mál, þú veist, einhver er að flytja en sófa, brýtur eitthvað upp úr hurð, skilurðu, er það bara kaupandinn sem bara, veist, eða er verktakinn sem ég segi stundu verktaka, þið eruð ekki í fasteignabusiness, þið eruð ekki í byggingabusiness, við erum í people's business. Og þú veist, ekki fara að rökræða við kaupandana að því að hann rak sófan í þessu, farið bara skipt hurð. Þetta eru fyrst og fremst þjónustu fyrirtæki. Þannig að auðvitað spyr maður þessa spurninga til þess að fyrirbyggja vandamálið og hugsa þetta svolítið út frá hagsmunum kaupandans. Samhliða náttúrulega hagsmunum seljandans. Og ef að sá verktaki er þannig hugsandi sem betur fer vegna þess að
þessir 2-3 stóru verktakar hérna á Íslandi, þeir eru að standa þessu rosalega vel í þessu, svo koma þessir minni verktakarnir sem eru kannski hafa ekki burði til að hafa svona after sale service eða og svo framvegis, en þeir eru orðin ákveðin fyrirmynd fyrir rosalega marga aðra verktaka. Þannig að hvernig að bregðast við gallamálum og átta sig á því að þetta er þjónustubusiness en ekki byggingabusiness. Og auðvitað ættu við fasteignasalar að fá þessar upplýsingar áður en lagt í staði ferðalagi, að það sé einhver prótókoll í gangi ef eitthvað kemur upp eða eitthvað gerist. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsur sem ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Já. Þá er önnur spurning sem að mér finnst það enda út af því að ég hef aðeins verið í þessum business. Jú. Að skoða fasteignir og kaupa fasteignir og eitthvað. Það er eitt sem mér finnst ótrúlega áhugaverð, það var umræða. Ég man ekki hvað hann hét, það var einhver sem var framboðið fyrir Pírata. Hann var að skrifa stanslausa greinar hvað fasteignasalar væru mikla blóðsugur og hvað þetta væri mikið hræðilegt og eitthvað hannig. Og ég ætla bara að vera hreinskilinn, ég var allir sympatísku gagnvart þessu Það var kannski í einhverjum kjarna og var að skoða nýbyggingu, kemur einhver flottræfill með Gucci-gleru og á 9. Discovery og sælar Allt á lánum. Já, allt á lánum, hvað segja, ætla að kíkja á þetta og ég hugsaði með mig bara, já, þú veist, er hljóta að vera að maka krókinn í þessu ferli. Jú, þú ert með einhverja yfirlýsingar sem þarf að kvitta upp og þú þarf að hafa lögmann til þess að klára af öllu verkefni var að skriffinnskuna, þarf að hafa einhver á skrifstofunni, en ég meina, hann ætlar að fara að klukka einhver 1,5% á 130 milljóna króna eign, eitthvað bilaður, mér finnst þetta bara algjörlega sturlað, þú varst með eitt opið hús og þetta fer út eins og heita lömmur. Akkurat. Og ég var sérstaklega hann 2021, þegar hann var skrifað þetta mikið. Þá fórum að sjá ýmsa svona aðila sem að voru að koma inn á þennan markað og sögðu heyrðu, þú ferð eiginlega, þú fær svolítið að græja þetta sjálfur, tekur myndina sjálfur, þú fær bara að græja þetta sjálfur og við, það verður bara einhver smá skjalagerð sem að við förum í og þetta verður bara miklu ódýrara. Ég held að þetta svona framtíðin, eitthvað svona gervigrindar fyrirkomulag, en öll þessi, og ég ætla ekki að fara að nefna þessi fyrirtæki út af því að einhver aðeins er ennþá í gangi, en þetta virkaði ekki. Af hverju ekki? Því að þessi hugmynd það að þið væru bara blóðsugur og óþolandi og að maka krókinn og eitthvað þannig, eins og segi, ég bara held að vera rétt og ég bara var, út af því að ég var að hlusta á hana Pírata, hann bara sagði að þetta er bara menn sem rétt mæta og taka 1500 skall fyrir, en svo virkaði þetta ekki. Og það er einhver ástæði fyrir því. Hvernig lest þú í þessu stöðu? Sko, ég hafði mikinn áhuga á þessu máli og ég skoðaði það fyrst, þegar ég flytt heim, þá sá ég vera að poppa upp bæði Bandaríkjunum í Bretlandi svona plattform, eða raun og veru bara svona auglýsingavefir, þar sem fólk gat bara uppfært eignina sína sjálft á vefinn, tekið sjálft á móti fólki, selt eignina millilega laust og ég var algjörlega þeirri skoðun á þeim tíma, í kringum 2012-14, að þetta væri að einhverju leyti framtíðin. Og í Bandaríkjunum þá fóru nærri 15% af öllum fasteignaviðskiptum upp í þar sem fólk bara sell by owner. En fór síðan held ég í dag, ég held að sé svona kringu 4-5%. Að sjálfsögðu og bæði eins og Prókura kemur inn á markaðin með þessa svipaðu hugsun og einhverja reikni sem að ég verð að segja eins og mér ekkert senn Nei, ég meina það var allavega ekki til betri aðferð allavega, þú veist, bara til að venda, þú veist, aðeins til að bakka þá upp þeir voru að reyna og þetta var bara tekið einhverju gögnum og einhver niðurstaða kom og fólk var ósammála en ekki, svo settu þeir fyrirvari, þetta getur verið ránt, þetta getur verið hátt látt og svo framvegis, en það var allavega ekki til betri aðgerð. Auðvitað veit gervigrindin ekki hvort það sé búið að endurnýja eign eða hvort það sé búið eins og upprunaleg eða, þú veist, hún áttar sig ekki af því. En sko, það gekk ekki. Svo hefur og það hefur komið Skeifan fasteignasalan kom inn með eitthvað bara fastlátt gjald, hættu því, Kaupstaður kom inn á og bara er að standa sig mjög vel. Það hefur alveg bara síðustu 20 ár, ég man eftir hét eitthvað draumaeignin eða eitthvað svoleiðis, hét fyrir mörgum ára síðan að þeir kom inn bara með fastlátt gjald, allt þetta hefur horfið.
En ég samt að þeirri skoðun að starf fasteignasala mun breytast mjög mikið með gervigreindinni. Af því að þetta eru kannski 20, segjum ímynd okkur þessi 20 atriði í ferlinu sem við þurfum að kunna. Allt frá því að verðmeta, allt frá því að gera afsal og þinglýsa. Og það verði alltaf eitthvað af þessum þáttum sem mun bara þar sem fólk mun vinna þetta sjálft. Og ég fagna, og ég er held ég fá fasteignasölum sem bara svona talaði fyrir því að eins og fyrirtæki eins og Prókura og þessi sem ára bara búið til plattformi sem var þessi fólk getur selt sjálft. Alveg svo bara þú getur gert ásetningin sjálfur eða skattskýrsluna eða þú getur málað sjálfur heimi hjá þér, þú getur gert ýmislegt sjálfur, en stundum velur það að fá faman í það. Skilur mig? Og þetta á að vera option og þetta á að vera mainstream, þar sem fólk hefur valið. Og það hefur valið í dag. Þú getur tekið eignina þína, þú getur bara tekið fallega myndir, auglýst á Facebook, þú reyndar kemst ekki inn á fasteignaveðina með þar og svo getur þú tekið á móti tilboðum, samið við kaupandaginn, ég á eyðublöðin til, bara ómerkt eyðublöð, skal bara gefa þau, skilurðu mig, og ég hef alveg verið að gera það. Og fólk er bara gert þetta sjálft, þessu með þetta í þinglýsingu. Ég sé ekkert að þessu og ég held að þetta muni bara verða, ekki núna, en í framtíðinni, það mun koma einhvers konar svona lausn sem mun virka. Það mun bara starf okkar breytast. En af hverju virkar þetta ekki í dag? Það mér finnst það svo sérstaklega út af því að sérstaklega 2021-2023 og svo auðvelt að selja fasteignir með við aðra tíma. Algjörlega. Og þetta bara fór. Ég næ ekki alveg hvað er það? Út af því að við förum bara heimspekilega pælinga. Af hverju, þú talar að þetta var 15% í Bandaríkjunum og fór niður í 4%. Já. Mögulega kemur einhver laus sem mun virka og mun örugglega koma erlendis frá og verða svo yfirfarið yfir hingað. Nei, mitt. En hvað er það sem olli því að þetta virkaði ekki? Já, ég skoða þetta eins og sín tíma. Ég set smá fyrirvara því að þessar upplýsingar ég er ekki alveg viss hvort það sé réttar, en ég ætla samt að henda þeim fram. Að eina ástæðan fyrir því að fólk velur það að nota fasteignasala og borga honum fyrir það í staðin fyrir að gera þetta sjálft er að það var gerð einhver rannsókn í Bandaríkjunum það sem var sýnt fram á það að þeir sem seldu gegnum fasteignasala fengu hærra verð heldur en þeir sem seldu sjálfur. Svo er það líka að eftir atvinnumissi, skilnað og fráfall ættingja það held ég þetta sé í 4. sæti við þar aðstöður þar sem þið líður verst í. Það er að segja mest stærstu aðstæður, það er að segja kaupa og selja fasteignir. Þeir líður bara oft bara mjög illa og það er svona þarft að hafa einhvern bara með þér sem getur rálættir og svo framvegis og fólk vill ekki missa það öryggi. Hafa einhvern sem veit nákvæmlega frá A-tölu hvernig það virkar, bara þetta er 5 eigna keðja, það þarf að flytja 2 lán, einhver að taka nýtt lán, skilur við koma upp gallamál, upplýsingar, er ég að treysta upplýsingunum frá seljandanum, nú er fasteignasalinn ábyrgur fyrir því það sem kemur sölu yfir liti, þannig að hann kallar eftir upplýsingum frá seljandanum, þannig að ég held að þetta snýst öryggi frekar heldur en hitt. Ég held að það sé staðista ástæðan fyrir því að fólk velur það að semja við fasteignasala heldur en að gera þetta sjálft. Já, mér datt helst í huga að væri ákveðin þægindi bara ef það kom upp einhver ágreiningsmál eða eitthvað þannig, að hafa einhvers konar millilið, En þá getur alltaf ráðið lögmann. Já, en það er nú helviti dýrt líka. Það er mjög dýrt, en þú getur samið við, til dæmis segjum svo að þú var að selja mér íbúðinu þínu milliliðalaust, þá getur við samið, ef það kemur upp ágreiningur, þá bara veljum við sameiginlegan einhvern aðila sem að við greiðum honum bara eitthvað gjald fyrir það, að leysa ágreiningin. Þannig að við séum ekki tveir að rífast hvort að var rakið þarna eða ekki, skilurðu. Því að náttúrulega ábyrgðin færist yfir á afhendingu og þú segir bara, ég kannast ekkert við þetta, en þú hefur átt að kannast við þetta, það byrja að koma að rakið þarna. En rakið getur komið deginum eftir að flytja inn, þá er náttúrulega ábyrgð kaupandans, þess að ábyrgð þátturinn færist við afhendingu. Þá langar maður að ljúka þessu á einn umræðu sem að er Ég hef samt á tilfinningum við gætum tala endalaust. Já, held ég líka. Þú ert mjög djúpur í þessu færi. Já, takk fyrir það. En ég líka, mér finnst þetta eins og segið, þegar maður pælir svona mikið í þessu þá er alls konar bara svona mál sem að mér finnst allavega ætti að skipta meira máli í umræðinni en fólk hefur rosalega mikinn áhuga á húsnæðismálum varðar það að skoða allir fasteignir, sjá svona eitthvað svona makrósamhengi í hversu mikið byggt, hversu mikið er ekki byggt en svo aftur á móti bara svona grundvallar þættir sem að liggja baki þessu öllu sem eins og af hverju voru samtöku iðnaðarins að telja krana
til þess að við gerum okkur grein fyrir því hversu mikið var í byggingu HMS hefur staðins aðeins betur en það svona talningin eru flutt í staðan yfir á HMS já, sem er bara mjög þarft og gott en það eru bara þessi þættir sem við erum búin að vera að tala sem ég veit ekki, sko, ég er fullt af fólki sem finnst það kannski bara svona þurrt en ég er svona það er samt alveg grundvallar atriði í öllu því sem að þú hefur áhuga á varðar þessi mál og þegar við tala hérna húsnæði mannréttindi, allir er rétt að hafa þakka yfir höfuð ég er bara ósammála því að þetta eigi að vera kallað eitthvað mannréttindi út af því það bara býr til skort en það er svo sem önnur umræða ég vil bara vita af hverju ekki byggt og af hverju byggt og það eru, eins og segi og það við erum búin að fara yfir þessu grundvallar atriði þá bara ástæðan bjögun og flöskuhálsar á ýmsum stöðum varðar hið opinbera ég kemst ekki að því og þetta ekki verktakanir þetta ekki þeir sem eru að selja eignar þetta ekki þeir sem eru að kaupa eignar þetta bara bjögun og fjármagnsvandi það eina sko, þeir eiga náttúrulega að vera lausnin en þeir eru vandamáli já það bara þannig og en svo kom alltaf þessar glæru kynningar hjá þeim hver einasta ári, ég er búin að mæta okkur einustu kynningu frá þeim síðan 2014 með endurtalningar það hvað í byggingu já, ekki bara það, líka bara sko, já, bara þessi reitur hér og það Skerjafjörðurinn og það Veðurstofarhæðin og svona þetta búið að vera sömu reitirni meira og minna síðan 2014 sem að tala en aldrei kemur einhver smiður hann og byrjar að reisa hús þú veist, það kemur, ekki spurning þú veist það alveg eitthvað í uppbyggingu sko. og þú veist, þetta er klárlega tækifæri fyrir sveitafélögin að bæta þetta þú veist, alveg 100% og þeir eiga bara líka bara ef mér finnst að setjast niður með þessum aðilum og hugsa bara og hlusta bara hvernig getum við gert þetta auðveldara, betra, hraðara þú veist, þetta byrja bara einföldu samtali ekki þessu stríði eins og margir þeir sem eru að byggja eftir þörfum þeir sé að lendi því alltaf einhverjum árekstrum við þar sem að þeir eiga til þess að ávera sameiginlegt markmið og líka bara við séum að keyra á hámars afköstum mér finnst það vera, sko, þú veist, við erum í öllum, til og með mér finnst gaman að skoða byrðaflutninga sem náttúrulega áhugamál mjög margt sérstætt áhugamál já, nei, en svona byrðarflutningar, sérstaklega þú veist, þegar talað það að Súesskurðurinn verði lokaður eða Homers sundið sé einhvern veginn lokað eða eitthvað að þessu lokast og þá, þú veist, hvað þýðir það þegar því 20% ofan á olíu verði einmitt en aftur á móti þá allir sem eru í svona byrðaflutningum og þeir eru að lesa þetta og þeir eru að hlusta á fólk sem að vinna í þessum bransa að þá þetta bara, þú veist, þú ert bara að bregðast við einhverjum vandamálum og bara reyna að auka afköst eins mikið og getur bara, þú veist, skipið burðageta þess 100% en það bara 85% sem við verum að nýta, hvernig getum við, þú veist, fyllt upp í 85% bara alls konar svona höfuverkir þetta það sem við, þú veist, svona ættum við að hugsa byggingar iðnaðinn bara hvaða vinnuvél þú veist, þú veist, gætu við verið að taka hana af leigu, skilur, armar með allar sína vinnuvélar í hámars getu, við hvernig erum við að losa svona þú veist, ætti ríkið að vera að greiða niður ef að það ég veit ekki, ef að allar leiguvélar eru kannski ef að fara niður undir 40% af þeim sem ekki í nýtingu hefur þá að vera aðstoða þá sem að þurfa á þeim að halda en það svo mikið í einmitt eins og þú varst að koma inn á en ríkið hugsa svo mikið í þessum kvöðum ég veit við þurfum að vera að hugsa nei, þessi græni reitur á að vera svona þú mátt ekki pálmatrí hér og eitthvað svona pálmatrí hér ef það þannig á teikningunum að pallurinn með svona litlu grænu horni að þá mátt þú ekki fara að setja spýtu fyrir út af því að það gangvænt einhverju stöðlum kemur einhver trilltu frá sveitafélögunum einhver skrifblokk og sendi þessu posta, þú veist, þetta bara svona já, og þetta ekki eins og legasaga sko. Nei. Þetta það sem að gerast ég veit að svona málum í einu sveitafélagi að það sem að Hafnarfjörður að þar var bara ákveðin einstaklingur á vegum bæjarins á sínum auka tíma bara lappandi hverfið og skrifandi niður og senda fólki athugasemdir já, þetta árangur þú veist, og þetta mjög metnaðarfullt ég myndi hafa hann alveg í vinnu og svona en come on skilurðu mig, þú veist hún náttúrulega bara að fara eftir reglum sem henni þú veist, en ég meina já, þetta bara, ég veit nokkuð svona
Ég hef heyrt þess að sögu frá fleirum einum. Já, þetta fyrsti opinberi starfsmaðurinn sem að ég fagna styttingu vinnuvikuna hjá. Og þú veist, ég hérna, við erum þú veist, þú hefur séð Little Britain Computer Says No. Það svo mikið af einhverjum svona hugmyndum í gangi. Það sem þú veist, hérna, já, við höfum að vera að passa upp á þessa hérna staðla. Það ekkert hugsað eins og bara hérna, ef við kannski bara leyfa honum kannski bara að vera með þetta á sínum palli. Af því að hann vill það. Já. Og hann á það, og hann má það. Í staðan fyrir að vera með hérna tommustokkin hérna, herðu, beður hérna 4 centimetrum og langt út fyrir palli og hérna eru 30 metrar í næsta hús. Ekki einu svona umkvörtun sem kemur frá nágrannar. Akkurat, öllum sama. Segðu mér annað, af því ég veit þú ert rosalega mikil pælari. Að hérna, sko þegar gosin í Grindavík gerast, þá náttúrulega veistu hvað gerist, það náttúrulega fólk verður heimilislaust. Hvernig hefði þú viljað sjá? Hvernig fannst þér það aðgerð að kaupa bara eignirnar, þau fengu pening og fóru bara út á markaðan og keyptu sér hana? Já, sko ég hérna... Ertu með einhver skoðun á þessu? Hefur þú spáðið þessu? Sko, ég var komin með svo mikla leið á þessum gosumræðum, þó sem mér fannst sko eins og með þegar Þórkatla var sett á laggirnar, þá gerði ég einhvern veginn ráð fyrir því sko út af því að núna var ég að hlusta í morgun vegvísir af hérna endurnýjuðu brunabótamati fyrir árið 2025. Ég held að auglýsingaslottið á því hafi kostað mikið eins og í áramótasköpunum. Það var allir rosalega spennti fyrir þessu. En þá var einmitt verið að fjalla það og þau nefndi einmitt Grindavík í því samhengi að sko tjóna skýrslan og Þórkatla og endurreikning hafi verið erfiðari út af því að það var svo mikið af eignum sem hafði ekki fengið endurnýjað brunabótamat á hérna þessu tímabili frá því að þetta var byggt og til dagsins í dag. En ég einhvern veginn hugsaði alltaf sko eins og með Þórkötlu og núna Björgvin Ingi Ólafsson einmitt sá sem að gerði úttekt Deloitte fyrir og ég hérna hlustaði á þegar hann hitti einmitt Grindavíkur og að þessum hann var einmitt að fjalla þessi mál og þar var einmitt hann að reyna að móta einhvers konar sviðsmyndir framhaldið, bæði það hvort það var hægt að búa hana og hvernig hefði verið aðþást í því sem að hérna var. En ég hugsa alltaf eins og með Þórkötlu og þú veist, kannski var þetta bara óumflýjanlegt. Ég ekki með neina, út af því þú ert að spyrja út í þetta, ég ekki með neina patentlaust, en ég samt viss alltaf að þetta myndi koma til með að bæði bjaga sko rétt fjármagn af því sem að fólk ætti að fá og líka hugmynd fólks af því hvað það ætti að fá og ég held að það örugglega verið einhverjir sem fengu mikið og einhverjir sem fengu lítið. Kannski óumflýjanlegt að komast hjá því en margir sem að vita þetta ekki út af því ég átti frændfólk út í Grindavík margar af fallegustu eignum landsins voru í Grindavík sko. Mjög ríkt samfélag. Já, mjög ríkt samfélag og ótrúlega flott hús sko. Og hérna konum minn og Grindavík, þetta náttúrulega frábært fólk. Ég segi alltaf skemmtilegasta fólk í Íslandi eru Grindvíkingar og Vestmannaeyingar. Þetta ekki alltaf vel á móti manni, þetta gott partífólk. Þetta gott partífólk, gamli skólinn líka. Já, nákvæmlega, en sko, þú veist eins og í Vestmannaeyjum, þegar gósið kom þar, þá var bara byggt upp einhver 500 viðlagasjóshús og það var bara gert á einni nóttu. Ég hitti mitt fyrir tilvíðun gamla ráðherra. Við fórum eitthvað að ræða þessum mál og hann sagði að það var bara annað hver verktaki í Evrópu sem var til í að koma og reisa hérna 500 hús bara á 0-1. Og þeir voru til að koma með mannaflan, allan infrastruktúr, þú veist, voru með tilbúnar einingar, gáttu byggt raðpar, einbýlishús, einni nóttu. Og þeir vildu frekar fara út í það að kaupa eignirnar í Grindavík, heldur en að fara að byggja þessa nýja til þess að því að markaðurinn náttúrulega bara fór í ójafnvægi, sem hann hefði ekkert endilega þurft að gera ef að þetta hefði verið gert. Nei, þetta mjög áhugaverður vinkill, sko. Ég einmitt man eftir því að það var eitthvað töluðum eitthvað, já, við erum eitthvað að íhuga þessi einingahús og við erum einhvern að pæla í þessu hérna. En þetta eins og þú segir, sko, þetta mjög góða punktur út af því að þetta var bara einhvern veginn yfirfært yfir á þann markað sem að var mettaður sérstaklega þarna. Og já, þetta þú ert í rauninu með meiri pælingar þetta heldur en ég, sko. En þú veist, hvernig hefði þú væntanlega með þessum einingahúsum, sko. Ég gerir mér ekki grein fyrir því en ég er ekki með fullmóta skoðuna. Mér fannst þau vera dauðafæri til þess að
að fara í hraða uppbyggingu Já. og bregðast hratt við. Já. Af því að fjármagnið var til staðar, mannaflinn var til staðar, þetta kom erlendis frá, en þetta hefur búið til nýjar fjárfestingar alveg villi vekkið inn í samfélagi. Úthlutaflugum lóðum, fari gegnum ferlinn hratt og svo framvegis. Þá hefði verið áhugavert að sjá hvernig sveitarfélögin hefur brugðist við. Já, það hefur verið mjög áhugaverður svona vegvísir í framtíðina. Ég einhvern veginn, sko, út af því að nú er ég ekki nægilega vel að mér í nákvæmlega Þórkötlumálunum, en það er eitthvað sem segir mér með hvað það var stórtækt, með hvað það var hratt, með hvernig þetta var gert, einmitt bara fólk vekk bara tjekka hérna fundur húsuna við borguða. Það er eitthvað sem segir mér það er mjög ólíklegt að þetta hafi verið farsælasta lausnin. Svo aftur á móti þá kannski maður að setja sig ofháan hest. Það er bara tími sem kemur það í ljós. Já, hann gerir það. Hérna, Páll. Yes. Við verðum að gera þetta einhvern tímann. Ég vil kannski einhvern tímann hérna fá þig til þess að tala svona praktísk atriði var það gallamál. Já. Það væri mjög áhugaverð. Þetta verður mjög gaman. En við ætlum að ljúka þessu núna. Takk aðeinslega fyrir að koma og þangað til næst. Takk kærlega fyrir mig.